Við þurfum að búa til efnin sem fara í síman okkar, í bílan okkar, í húsin okkar. Og þetta gerist ekkert á góðan máta nema þú skiljir hvað þú átt að gera. Og það það sem að grunnnám í efnafræði byggir undir. Þetta gefur manni ofsalega góðan grunn til að fara í allar áttir. Og þetta undirbyggir líka þannig að þú getur starfað í raun og veru hvar sem í heiminum og getur farið inn í öll framleiðslufyrirtæki, allan iðnað, rannsóknir, þróun, lyfjageirann, matvæli, bara það skiptir ekki máli, það eru efnafræðingar alls þar. Námið í efnafræði undirbjó mig í rauninni mjög vel undir minn starfsfætt. Það er hitt og þetta sem ég geri, en svona stór þáttur í því er að safna sýnum af vatni eða gasi eða jarðefnum og fylgja því í gegnum efnagreiningar. Ég hef svona verið með annan fótinn inn í kennslustofunni mest allan ferilinn líka, þannig að það var mjög góður undirbúningur fyrir það. Grunnuna fyrir stofnun sem ég er að stýra tengist matvælum og matvælaöryggi og það hjálpar vissulega að hafa góðan grunn í raunvísindagrein eins og efnafræði því að þarna koma inn mögulegar áhættur sem eru efnatengdar. Það var kannski góður hópur þarna og sá félagskapur var kannski ekki síst lykillinn að því að þetta var skemmtilegt sko. Það er náttúrulega lítil deild þannig að það myndast þéttu kjarni fannst mér. Félagslífið var bara ótrúlega skemmtilegt og ég held að bara sjaldan á minni lífsleið bara skemmt ég mjög mikið í svo í náminu. Þannig að þetta var bara virkilega skemmtileg tími og ég var bara það mjög góða vini frá þessum tíma.